Verðu velkominn. Takk. Marel tapar 500 milljónum íslenskra króna á þriðja ársfjórðungi. Hvað fór úrskeiðis? Í raun og veru það sem fór úrskeiðis að þetta er hlutabréfatap sem við verðum fyrir á ársfjórðungnum. Þetta er ekki svona tap að rekstri, þetta tengist eignarhaldi okkar í Stork. Við högnuðumst mikið á þessu öðrum ársfjórðungi og það gekk tilbaka á þriðja. En staða hlutabréfa núna hins vegar nokkuð jákvæð, þannig að þetta svona endurspeglar ekki reksturinn, heldur hlutabréfastöðu sem er eingöngu reiknað. Já, og talandi reksturinn að þið hagnist nú 250 milljónir íslenskra á fyrstu 9 mánuðum ársins. Hvar eru þið sterkastir? Fyrstu 9 mánuðir náttúrulega er alveg yfirráðandi afkoma í ljósi þess að fyrirtæki í mjög flóknu samþættingarferli á fyrirtæki sem keypt var í fyrra. Við tvöfölduðum starfinn í fyrra með kaupum á Scanvægt og EW Delfort. Í mjög umfangsmikilli samþættingu á þessu ári og þannig að það hagnaðurinn alveg í samræmi við þær væntingar sem við höfðum meðan að svo umfangsmikið verkefni var í gangi. Þú minnist einmitt á Stork, þið eru nú að berjast um þetta fyrirtæki, það hollenska fyrirtæki. Segðu okkur aðeins frá þessu fyrirtæki og hvernig gengur baráttan? Þetta er fyrirtæki sem við búin að þekki mjög langa tíma. Þetta er fyrirtæki sem við starfa náið með okkur bæði í markaðsstarfi og vöruþróun síðustu 8-9 ár. Samstarfið hefur gengið mjög vel. Við hefum svona með vörur sem passa mjög saman. Annars vegar eru þeir með vörur, þeir eru sérstaklega sterkir í kjúklingaiðnaði og við erum að selja það líka, þannig að saman getum við afhent mjög góða lausnir. Þetta er fyrirtæki sem er stærra en Marel í dag og er með mikla sögu. Það er kannski sagan sem að truflar þetta verkefni dálítið hjá okkur, að þetta fyrirtæki er svona stolt hollendinga, eitt elsta og stærsta iðnfyrirtæki, þar sem fólki er mjög umhugað hvernig það fyrirtæki þróast áfram. Já, þannig að það er einfaldlega ekki, þeir eru ekki alveg sammála um það hvort þeir eigi að selja fyrirtæki eða vilja þeir kannski bara ekki selja ykkur? Það er alltaf spurningin, en það má segja að þeir aðilar sem eru í þeim hlutar sem við höfum áhuga á, þeir hafa mikinn áhuga á því að við vinnum saman náið í framtíðinni. En það eru ýmsir aðrir sem vilja eiga það. Þetta er mjög gott félag með mikla möguleika, þannig að það sækjast fjölmargir eftir því að eiga það. Já, þetta hlýtur nú að snúast líka verð og kannski aðalega verði, þó að sagan sé náttúrulega mikilvæg mönnum. Hvað eru þið að bjóða í þetta fyrirtæki? Það er sjálfsögðu trúnaðarmál, en verðið skiptir að sjálfsögðu máli og það skiptir náttúrulega máli líka fyrir það að við munum ekki kaupa þetta fyrirtæki á hvaða verðið sem er. Það verður að vera í eðlilegu samræmi við markaði og markaðar er nú frekar á niðurleið núna. En við erum í formlegum viðræðum við félagið eins og hefur komið fram og þær viðræður ganga ágætlega og það er ákveðin samningsvilji, tel ég, en það er hins vegar mikið eftir að þá og alls endur svo óvíst hver niðurstaðan verður. En við gerum fastlega ráð fyrir að niðurstaðan muni fást á næstu vikum. Og ertu bjartsýnn? Ég myndi segja bara ég er raunsær. Það verður bara komið ljós. Það ræðst af hvernig samningarnir verða, eða hvaða samningar er möguleiki á hvaða samningum og hvort að við munum taka því. Hvað mun það gera fyrir fyrirtæki eins og Marel ef þessi samningur gengur í gegn? Það sem að gerir kannski að með því erum við bara að uppfylla okkar framtíðarsýn. Það vísum miklu hraðar heldur en við sögðum. Við settum okkur mjög krefjandi framtíðarsýn í febrúar síðasta ári. Þegar við kynntum á aðalfundi síðasta árs, febrúar 2006, kynntum við nýja framtíðarsýn þar sem við sögðumst ætla að þrefalda starf fyrirtækisins á næstu 4-5 árum. Að veltan færi úr 130 í 400-450 milljónir og síðan í framhald af því færi veltan í 1000 milljónir á næstu 5 árum með sterkum innri vexti. Og við erum svona í meginatriðum að ná þessi fyrri markmiðum sem við ætlum að ná 4-5 árum og mun betur það á 2 árum. Já. Og þannig er það nú oft þegar maður setja sér skýr markmið að þá gerast þau mun hraðar. En það sem við erum að vinna með þessu er það að við erum að komast þá í það að verða mjög sterkt fyrirtæki á þessum markaði með svona 15-20% markaðshlutdeild á heimsmarkaði. Á markaði sem er að vaxa mjög hratt. Við erum það mjög sterkir í laxaiðnaði og kjúklingaiðnaði sem eru það kannski þar matvæлагreinar sem munu vaxa hvað hraðast í framtíðinni. Þannig að við erum að byggja strategískan plattform með verulega stærðarhagkvæmni
með fyrirtækjum sem leggja mun meira í vöruþróun heldur en nokkur önnur fyrirtæki í innanum og bindum vonum við það að það leiði til sterks innri-vaxtar og viðunandi hagnaðar fyrir okkar hluthafa. Já. Þetta náttúrulega fyrirtæki sem á sér glæsta sögu og þetta verður allt gerst á tiltölulega stuttum tíma. Hverjir ykkar svona helstu samkeppnisaðilar? Þeir eru væntanlega ekki hér á landi, þetta eru aðilar út í heimi. Nei, þetta eru allt fyrirtæki, mjög mikið evrópsku fyrirtækjum og fyrirtækjum í Bandaríkjunum. Já. Og þetta erfið samkeppni? Er þetta hörð samkeppni? Já, þetta mikil samkeppnismarkaður og það kannski sérstaklega því við erum að eiga viðskipti við mjög stór fyrirtæki. Það eru orðið mikið samþjöppun í okkur viðskiptavinu sem eru matvælaframleiðendur í heiminum. Það eru fyrirtæki sem bara eins og sjáum við á Íslandi hvað sjávarútvegurinn er búin að samþjöppast. Og það sem gerist með þessu að þá verða til fyrirtæki sem gera gríðarlega mikla kröfur. Þetta eru velrekin fyrirtæki sem vita hvað þarf til og gera mikla kröfur til sinna birgja. Þannig að þau hafa sterka samningsstöðu. En á móti kemur það sem við erum að leggja áherslu á að þessi fyrirtæki þurfa mjög góðar vörur, þurfa mikið rekstraröryggi, það gríðarlegt flæði sem fyrir gegnum þessar verksmiðjur. Það megi ekki stoppa. Þannig að þeirra helsti ávinningur gæði og rekstraröryggi. Og þar með okkar filosófíu og með öflugri vöruþróun að þá teljum við okkur geta skapað okkur samkeppnisforskot og búið til verðmæti sem að viðskiptavinum okkar munu vera tilbúin að borga fyrir. En samkeppnin hörð og samningsstað okkar viðskiptavina sterk. Já. Hvert ætlið þið í framtíðinni? Hvaða markaðir eru svona, þeir sem að þið telja að séu, flesti fjárfestar, manni finnst allir fjárfestar að vera á leiðin til Kína eða Indlands og Asía er svona framtíðarmarkaður hjá mörgum fjárfestum. Eru þið á leiðinni þangað? Við erum núna með eigin rekstur í öllum heimsálfum. Nema Antartíku sem að þar erum við með okkar eigin sölu og þjónustu fyrirtæki. Við erum með mjög sterka stöðu í Norður-Ameríku og Evrópu. Þar munum við sjá áframhaldið vöxt, einkum með nýjum vörum. En síðan eru nýmarkaðirnir gríðarlega spennandi fyrir okkur og þar skiptir stærðarstrategían að ná þessar ákveðnu stærð mjög miklu máli því að menn þurfa stærð til að fara inn á þessa fjarlægu markaði til þess að geta byggt upp öflug fyrirtæki, öflug framleiðslueiningar. Og það með bæði kaupin á Meitum og Delfort og hugsanlega samruna með Stork styrkir mjög slagkraft okkar á þessum nýmarkaðum. En þeir nýmarkaðir sem við erum að horfa núna og erum að ná mjög góðum árangri í dag eru Austur-Evrópa. Þar sem gríðarleg uppbygging í matvælavinnslu. Það það fyrsta sem gerist þegar þjóðfélög verða auðugri það að almenningur fer að borða meira prótín. Fólk fer að hætta að borða hrísgrjón og kartöflur og fer að borða prótín og þá kjúklingur mjög sterkur og það njótum við mjög góðs að. Og síðan náttúrulega koma þessar verslunarkeðjur eins og Tesco og aðra sem að flytja færis á þessu staði. Þær gera miklar kröfur sambarleg gæði. Þannig þá þarf líka að framleiða fyrir innanlandsmarkaðinn eða utanlandsmarkað og þarftu þessa hágæða framleiðslu sem að við hjálpum mönnum að gera. En Austur-Evrópa stór hjá okkur í dag og síðan erum við að fjárfesta mjög mikið í Suður-Ameríku. Við erum að ná mjög góðum árangur líka í Suður-Ameríku núna. Þar eru lönd eins og Brasilía, Chile, Uruguay með mjög mikla möguleika. Þetta eru þessir vaxtarmarkaðir sem við munum leggja áherslu á næstu 2-3 árin. Eftir það mun Asía koma og hugsanlega Afríka í kjölfarið. Asía, við erum að vinna heilmikið í Asíu, við erum með 4-5 fyrirtæki þar og erum að selja þar. En okkar tími núna Austur-Evrópa og Suður-Ameríka með mun meiri möguleika en Asía. Já, eins og þú segir, þeir eru í öllum heimsálfum nema Antartíku. Hvar sérðu Marel fyrir þér eftir 5 ár? Við hefum sett okkur markmiðin að verða þetta leiðandi fyrirtæki í þessari inngrein og erum með skýra stefnu og erum að stíga mjög ákveðið skref í þá átt. Ég reikna með þá að við verðum komnum með þessa stærð. Ég reikna með að við séum með gríðarlega öfluga vöruþróun á þeim tíma. Við ætlum að halda áfram að leggja 6% af veltu sem svona 2-falt meðaltal fyrirtækja á okkar eingrein. Þannig að við séum búin að koma út með algjörlega nýtt vöruúrval sem við erum að selja til okkar viðskiptavina. Og svo bind ég vonum við það að arðsemi fyrirtækis hafi endurspeglast í þeirri stöðu sem að fyrirtækið hafi byggt upp. Ef við snúum okkur aðeins að evrunni, þið hafið ákveðið að gera upp í evrum.
Hvað þýðir það fyrir fyrirtæki? Við erum búin að gera upp í evru núna í rúm 2 ár og það mjög eðlilegt fyrir fyrirtæki. Það helsti starfsrækslugjaldmiðill fyrirtækisins. Fyrirtækið eingöngu með 1% af tekjum á Íslandi. Að vísu erum við með 11-12% af kostnað á Íslandi, en bæði í tekju- og kostnaðarhlið þá evran langsterkust. Fyrir okkur þetta náttúrulega bara gefur mun betri sýn á rekstur fyrirtækisins. Það við náttúrulega fjármögnum okkur algjörlega í erlendri mynt, út af tekjurnar algjörlega í erlendri mynt. Þannig að það þýðir bara stöðuleika fyrir, og kannski líka það að erlendi fjárfestar skilja reksturinn betur. Það er mjög erfitt að skýra út fyrir fjárfestum. Við erum núna með 15% erlend eignarhald og viljum auka hana, en fyrir þess að skýra út stundum gríðarlegan hagnað og stundum gríðarlegt tap þó ekkert hafi gerst er nánast ómögulegt. Já. Kemur til greina að greiða laun í evrum? Við erum að skoða það, við gerum það vissu nú þegar við þröngan hóp starfsmanna, en við erum að skoða leiðir í samræmi við starfsmennina, og það er raunverulega af ósk starfsmanna og hagsmunasamtaka starfsmanna. Það erum að skoða það að það er til hagsbóta bæði fyrir fyrirtæki og starfsmenn, að því að fyrirtæki rekið með gengisáhættu út á íslensku krónunni, að borga hluta launana í evrum og þá án gengisáhættu fyrir fyrirtækið. En það hlutfall myndi miðast við svona hvað var eðlilegt húsnæðislán fyrir starfsmann. Þannig að starfsmann verði ekki að taka gengisáhættu á afborgunum af þeim lánum sem hann væri með. Já. Ég tel mjög varhugavert eins og margir Íslendingar að gera í dag, þar sem menn að taka erlend lán á þess að hafa tekjur í erlendri mynt. Í flestum Evrópulöndum er þetta nánast bannað, einstaklingum er óheimilt að gera þetta, bankum er óheimilt að lána þetta, þannig að við teljum að það sé ekki rétt að leiðin, en með þessu þá erum við að spara starfsmönnum verulegan kostnað, en á sama tíma til hagsbóta fyrir fyrirtækið að minnka gengisáhættu. Að þínu mati, mun viðskiptalífið þrýsta á að stjórnvöld taki bara hér upp evru í náinni framtíð? Ég held að staðinn er orðinn í dag að í viðskiptalífið, og ég held að og það er einstæmi, það er alveg sama hvaða hagsmunasamtök það eru, hvort það séu samtök iðnaðarins, samtök ferðaþjónustu, LÍÚ, samtök fiskvinnslustöðva. Ég held að allir séu að þrýsta á það að það fari fram vitræn umræða kosti og galla þess að taka evru. Og farið fram svona fordómalaus, ekki með svona sleggjudómum og upprópunum eins og það hefur verið undanfarin misseri. Það er engin vafi að það er gríðarlegt hagsmunamál fyrir atvinnulíf á Íslandi að taka upp evrur. Og það skapar þann stöðuleika og sem nauðsynlegur er, og svo miklu óstöðuleiki og svo gríðarlega sterka króna sem er búin að vera núna í undanfarin 6-7 ár. Hún hefur dregið mjög kraftinn úr útflutningsgreinum og samkeppnisgreinum, nokkuð sem að þjóðfélagið getur ekki lifa við. Þannig að þegar vitræn umræða hefur átt sér stað þá munum menn sjá að sér og taka upp evru? Já, ég held að það sé alveg augljóst, og það er náttúrulega sama niðurstaða nánast allar aðrar þjóðir í kringum okkur hafa komið stað. En ég held að það sé kannski þegar að atvinnulífið í heild sinni er nánast sammála, launþegahreyfingin er sammála, þá er mjög furðulegt að stjórnmálamenn skuli ekki axla þá ábyrgð að ræða þessi mál á faglegan hátt. Hörður Arnarsson, takk fyrir. Já, takk.